ætlum við að ræða við, fá að heyra hér í bæði aðstandendum og ekki síst börnum og ungmennum sem hafa reynslu af kerfinu. Og kannski bara þakka ykkur, herramenn, kærlega fyrir ykkur og bjóða þá ungmennunum og þeim aðstandendum sem koma hér að tala, bjóða hingað til að fá sér sæti. Það að byrja því að heyra persónulegar upplifanir af tvíþættum vanda, kerfinu, hvað hjálpaði mest við að ná jafnvægi eða bata, og hér eru 4 ungar konur sem ætla að koma hér upp. Ég ætla að byrja því að leyfa henni Glódísi Töru Fannarsdóttur að koma hérna og svara þessum spurningum. Komið þið sæl, ég heiti Glódís og ég er ein af þessum ungmennum sem glímir við tvíþættan vanda. Í dag ætla ég að reyna að segja ykkur aðeins frá minni sögu og ég reyndi að setja hann upp á eins einfaldan hátt og ég gat, því að sagan mín spannar mörg ár og það tæki mjög allan daginn að ég ætla að segja ykkur hann allan. Ég er 12 ára þegar ég prófaði fyrst hugbreytandi efni. Ég hafði sýnt sjálfskaðandi hegðun lengi, en þegar ég notaði fyrsta skiptið þá fannst mér bara ég geta bara verið ég. Það var ákveðin lausn. Ég gat deyft tilfinningarnar allar og reynt að vera eðlileg. Ég byrjaði fljótlega í dagneyslu. Þegar ég er 13 ára þá kemst upp í mig þegar ég tek of stóran skammt af róandi lyfjum og byrjaði að reyna að vinna í mínum málum. Ég fékk persónulega ráðgjafa frá félagsþjónustunni í Breiðholti og þeir útveguðu mér einnig nokkrum sálfræðitímum auk þess sem byrjað var að ræða við barnaverndarnefnd mín mál. Þegar ég er 14 ára hef ég farið ansi oft á neyðarvistun á Stuðlum og ákveðið er að ég muni skipta skóla í lok 9. bekkjar og ég færi þá í Bjarkarhlíðarskóla. Þar væri betur hægt að hjálpa mér með minn vanda. Það var ekki raunin, heldur voru við 3 saman í 10. bekk og allir í neyslu. Þegar ég hafði lokið 10. bekk var ég send í Hálandahópinn. Hálandahópurinn er eins konar ferð sem var farið með börn með hegðunarvanda. Við gengum Vestfirðina og nutum náttúrunnar, en það var engin meðferð í þessum hóp, önnur en útivist og vonum betri hegðun kannski. Í beinu framhaldi af því var ég send á Stuðla og Stuðlar hjálpuðu mér að vissu leyti, en ég fékk ekki aðstoð við geðrænum vandamálunum sem ég var að glíma við. Ég hitti sálfræðing þar, en það kom of lítið út úr því annað en að ég ætti við hegðunarvanda, jafnvel þunglyndi og ofvirkni að stríða, auk þess sem fíknivandamál var til staðar. Að vísu fekk ég ávísu róandi lyf frá geðlækni sem ég talaði við það bil 3 ára meðan vistinni minn á Stuðlum stóð. Ég útskrifaðist á Stuðlum og stuttu síðar er ég send á langtíma meðferðarheimilið Hvítárbakka. Það var fljótlega gefist upp á mér. Ég hafði tekið frekar slæmt örlindskast og reynt að strjúka með pínu skrautlegum hætti, auk þessum að ég kom öllu húsinu í uppnám. Ég var send beint þaðan á neyðarvistun í enn eitt skiptið og þangað sæki mig barnaverndarfulltrúi minn nokkrum dögum síðar og keyrði mig á Háholt þar sem ég dvaldist í tæplega 7 mánuði. Það hjálpaði mér mikið að vera á Háholti og þó ég hef ekki náð árangri leið ég kom þaðan út, að þá var okkur kennt svona basic hlutir, vakna á morgnana, fara í skólann, borða reglulega og í rauninni bara hvernig á að lifa eðlilegu lífi. Þar fekk ég líka tækifæri að vinna úr ýmsum hlutum sem hafi komið fyrir mig í neyslunni. Það hjálpaði líka mikið að starfsfólkið að lagði sig allt fram í að skilja hvaðan ég var að koma og hvernig þau gæti hjálpað. Það skiptir ótrúlega miklu máli. Þegar ég kom á Háholti var ég staðráðin í að láta að reyna að vera edrú og lifa eðlilegu lífi. En með litla lausn við vandamálunum og enga eftirfylgni þá dugaði það skammt. Ég var komin aftur í neyslu 2 vikur síðar. Þarna gafst ég upp og ég hélt að finnst það ekkert að þess að virka, þá væri ég líklega bara ekki hæft til þess að vera edrú og standa mig. Ég bjó ýmist á sófum hér og þar á götunni eða lítilli kjallarahóli í Breiðholti. Ég lifði mjög óheiðalegu lífi til þess að halda upp í neyslunni. Ég reyndi ekki að taka mig aftur á að neinu viti fyrir 2009, þá 19 ára. Ég fór á Vog en var útskrifuð þaðan eftir 9 daga dvöl. Ég varð ekki edrú eftir þá dvöl, heldur var það 4 mánuðum seinna þegar ég fekk nóg og leitaði til 12 spora samtaka sjálf.
Ég hafði lifað í þessu allt of lengi og var hann skemmt á líkama og sál og ofbúinn á því andlega til þess að geta haldið áfram. Ég komst að því þegar ég hafði verið edrú í mánuð að ég var ólétt. Ég náði að halda mér edrú í tæplega 2,5 ár með hjálp þessara samtaka og fór þá í endurhæfingu hjá Hringsjá og kláraði hana með ágætt sárangri. En geðræn vandi minn var enn til staðar og þessi tími var mjög erfiður. Upp og niður sveiflurnar mínar urðu algengari en þær hafði verið áður og ég hafði ekkert til þess að defa þær. Það endaði með að ég fór aftur í neyslu árið 2011 þá 21 árs og var fljót að koma mér á sama stað og áður. Ég leitaði mér svo hjálpar á geðdeild í janúar 2013 eftir að hafa ítrekað sýnt sjálfskaðandi hegðun svo reynt sjálfsvígi einnig af niðursveiflunum mínum. Það var ekki pláss á 33 ára. Ég var send heim og mér sagt að koma aftur ef líðanin myndi ekki lagast. Sem betur fer þá hafði ég netað fólk í kringum sem hjálpaði mér í gegnum þetta því annars væri ég ekki enn í dag. Ég hafði mist allt, son minn, heimili mitt og fjölskyldan talaði allavega við mig og ég sá ekki framtíð. Það tók mig ár af misheppnuðum tilraunum til að koma mér úr neyslunni án innlagnar. Á þessu ári fór ég í greiningu á göngudeild geðdeildar á Landspítalanum. Sem var mjög erfitt því stanslaust var verið að skipta lækna og ég þurfti endalaust að þylja upp sömu söguna aftur og aftur fyrir nýju fólki. En í lokin þá kom í ljós að ég glími við geðhvörf auk þess að þjást af fíknisjúkdómum. Að vísu þá er ekki langt síðan að ég byrjaði að fá lyf til að hjálpa mér með geðhvörfin, en ég hef búin að prófa 5 mismunandi lyf síðan greiningin kom og enginn þeirra hentuði mér. Það tók því 11 ár í kerfinu að fá niðurstöðu mín mál. 11 ár af því að þvælast fram og aftur í kerfinu er langur tími og mjög erfitt ferli. Ég hef verið edrú síðan 1. janúar 2014 eða tæplega 10 mánuði. Ég fæ að hafa son minn aðra hverja viku og er gengin 6 mánuði að leið með mitt annað barn. Í dag eyði ég mestum tímanum mínum í að sækja 12-spórafundi og hjálpa öðrum fíklum til að ná bata og ég fer aðra hverja viku í FMB-teymi sem er boðið upp á fyrir foreldra og er staðsett á Klappspítala. Það eru sérfræðingar sem hjálpa foreldrum með geðrænan vanda að takast á við foreldrahlutverkið og líðan á meðgöngu. Í dag hef ég getað lifað edrú og í dag get ég lifað með geðsjúkdómnum mínum og tekið ábyrgð á lífi mínu einn dag í einu. Takk. Takk kærlega fyrir þetta, Glódís Tara Fannarsdóttir. Þá er það Sunneva Ýr Sævarsdóttir sem er að koma. Það er gjörðu svo vel. Hæ, ég heiti Sunneva og ég er líka með svona tvíþættan vanda. Ég ætla að segja söguna mína. Þegar ég var yngri þá var ég rosalega virkur krakki og ég sýndi öll einkenni ADHD. Ég týndi öllu, ég var hvatvís og ég var svona út allt, ég var algjört fiðrildi. Þegar ég var 13 ára var ég greind með ADHD af geðlækni. Í framhaldi af þessari greiningu var ég sett á Rítalín, en Rítalín var ekki samþykkt mér. Ég var ofsareið, tók haust þar sem ég gat farið í blackout í marga klukkustundir og var í algjöru stjórnleysi. Ég braut allt og bramlega, beitti alla í herberginu mikið líkamlegt og andlegt ofbeldi eftir að ég rankaði við mér og áttaði mig á því hvað ég gert. Fór ég rosalega niður, var þunglynd, grét og grét. Ég lokaði mig af og hataði sjálfa mig og skildi ekkert af hverju ég væri svona, af hverju ég gerði þessa hluti. Því þetta er svo rosalega langt frá því hver ég var, hvað mér þetta er rétt og eðlilegt. Ég hugsaði daglega að taka lífið mitt og hótaði trekk í trekk og hoppa fram á svölunum heima hjá mér, út gluggann og skar í hendurnar á mér. Á þessu sama ári byrjaði ég að drekka og stutt eftir það uppgötaði að ég geti misnotað Rítalínu mitt mér í haga mér fannst. Ég lét lyfið undir tunguna á morgnana og skipti þeim svo út og notaði það mér vantaði. Það tók svo rosalega á að vera svona reið og mér leið svo illa að ég var einhvern veginn tilbúin að gera allt til þess að stöðva þetta. Ég hef frá blautu barnsbeini sýnt mikla fíklahegðun, gerði mikið af því sem ég þótti gott eða líka einhvern hátt við. Þrettán ára gömul kynnist ég vímuefnum. Það hendaði mér rosalega vel og mér þótti gott að nota þau því að þá var ég ekki reið. Ég var svo löt að ég nefndi ekki neinu og þarf að boltinn róla. Ég var tekin inn á bráðateymi á Bugl og sett í bráðinnlögn þar í 3 daga, svo seinna meira í mánuð. Á þessum tíma var búið að reyna margt. Ég var búin að fá MST 2 sinnum sett á Stuðla í niðurvistun,
endalaust einkaviðtölum við sálfræðinga, geðlækna og hjúkrunarfræðinga og alls konar meðferðir og hópa á vegum BUGL. Þarna var ég orðin 16 ára. Frá 13 til 16 ára var ég búin að standa í miklu og erfiðu greiningatímabili. Það var búið að koma með margar hugmyndir hvað geti verið að. Til dæmis Tourette, áfallastreituröskun, kvíði, þunglindi, mótþróastreituröskun, félagsfælni og búið að pröfa að setja mig á nokkur mismunandi lyf. Á þessum tíma var ég búin að vera í neyslu í 2 ár, dagneyslu 1,5 á þeim tíma og reiðisköstunum fór fækkandi sem og dagarnir sem ég var ekki undir áhrifum. Næstu 2 árin jókst neyslan og fleiri efni komu til sögunar og mér þótti frelsisleysi ómögulegt að ég var skylduð til að mæta heim en í dag sé ég það bjargaði mér því að ég gat ekki verið eins lengi úti og nota eins mikið og eldra fólki sem ég var í kringum. Ég nýtti samt hvert tækifæri, var hjá vinkonum að gista, mætti undir áhrifum heim og læti svo út eða foreldrar mínir voru sofnaðir. Í júlí 2013 fór ég inn á Vog í fyrsta skipti og datt ég þá meðan ég var að bíða eftir að sumarfríinu lauk á Vík því þar á milli hafði ég ekkert úrræði að sækja í og labbaði út á Vík eftir viku í æðiskasti. Spennan var svo mikil. Ég hafði orðið 18 ára daginn áður en ég fór inn á Vík og fékk þar með frelsi mitt kæra og peninga sem höfðu verið lagðir á bók. Þarna fór allt úr böndunum. Ég sökk djúpt, beinti undir heima Reykjavíkur og keyrði mig alveg í klessi. Ég upplifði margt, ég óttaðist líf mitt þegar menn mættu með byssur, exi, lögreglukylfur þangað sem ég bjó. Ég keyrði mig í kaf og fór á Vog, hvíldist og nærðist í 10 daga og datt ég að 3 tímum eftir að ég kom út. Við tóku aðri 3 mánuðir að enn með rógeði, fangaklefar, andlegt og líkamlegt ofbeldi. Ég hélt að ég hefði gefist upp en svo var ekki. Mín neysla einkennist svolítið eins og þegar ég er í svona köstum. Ég var rosalega reið og ofbeldisfull, bara sinnum 30. Ég sór að nota aldrei neitt aftur 1. janúar eftir að hafa verið send heim í lögreglubíl áramótin út af slagsmálum og ég skildi aldrei nota aftur en áður vissi að var ég komin af stað. Mamma setti eitthvað út af þessa hegðun mína á seinasta djammi og ég var brjáluð og ákvað ég þyrfti að bæla þessa tilfinninga með því að nota því að það er eina sem ég kann. Svo hélt ég mér edrú fram í svona hálf edrú einhvern veginn. Ég var svona í því og ekki með A-samtökunum en í mars þá gafst ég upp því að geðsjúkdómurinn var svo mikill. Ég var ekki orðin á neinu lyfjum, ég var ekki neinni lausn við mínu andlega meini og þá tók við ljótasti kafli lífs míns. Ég gekk fram á mig döðurinn næst í og þessi partur risti mig mjög djúpt og skildi eftir stórt ör hjá mér. Í miðjum júní hafði sá dagur runnið upp að áfengi og fíkniefni höfðu hætt að virka. Ég hafði ekki neitt til að deyfa. Það skipti ekki máli magn eða fjölbreytnin á efnunum sem ég nota, ég var alltaf meðvituð sjálfa mig. Ég gat ekki, sjálfa mig, á engum lyfjum við geðhverfum og engri lausn við andlega meinu. Ég gat ekki fylgt með þessum efni lengur. Ég fór heim til ömmu og tók út eitthvað af frákvörunum og ég hef aldrei gekið svona dimmandi af. Það komst ekkert að mér nema kál og mér ég sá enga aðra lausn. Sem betur fyrir komst ég inn á Hlaðgerðarkot. Þar tók á móti með gott fólk sem hafði skilning á mér. Hlaðgerðarkot er einstaklingsmiðuð meðferð þar sem þú fær viðtöl við ráðgjafa einu sinni í viku. Það eru grúppur á hverjum degi þeir eru kennt að taka ábyrgð, til dæmis að vakna á réttum tíma, hafa hreint búið með rúmi, mæti í prógram og fara út að labba. Litla uppbyggjandi hluti sem hífið upp sjálfstrausti mitt. Ég fekk átröskun út frá neyslu og þau hringdu á hvítabandi. Ef fólk hefði lent í kynferðisofbeldi var þeim skutlað einu sinni í viku á Stígamót. Það er unnið að sjúkdóminum og fylgifiskum sjúkdómsins, meðal annars geðræna sjúkdóma. Ég stunda 12 spora samtökin að miklu móti er með sponsor í sporunum og fullt af góðum edrú vinum. Ég fengi fjölskylduna mína tilbaka og allt gengur vel. Ég er ótrúlega þakklát fyrir lífið í dag og ég get loksins sagt að mig frá hjartanu mínu að mér hlakka til að vakna á morgnana og takast á við lífið einn dag í einu. Takk. Takk kærlega fyrir Sunneva. Sara Helena Bjarnadóttir Blöndal, gjörðu svo vel.
Góðan daginn, ég heiti Sara og er greind með þunglyndi og kvíðaröskun. Það best að ég byrja byrjuninni. Ég átti góð fyrstu ára minna æsku. Foreldrar minna eiga við geðræn eða alkohólísk vandamál að stríða. Og þau reyndu allast tíð sitt besta við að gera líf mitt sem best. Þegar ég var 8 ára fannst mér líf mitt vera búið. Mér leið hræðilega og gekk skólalóðina með sippiband. Ég var staðráðin í því að finna réttan stað til þess að enda mitt eigið líf. Kannski var það misnotkun sem lét mig líða svona illa. Kannski var það dauðsfall frænda minns eða það að ég var bara með almennt vanlíðan. Þessi tilraun til sjálfsvígs mistókst og í kjölfar þessara atburðar var ég send í viðtöl á BUGL. Þar fannst mér ég vera gallað inntak sem þurfti að laga. Ég fór í gegnum alnokkra greiningalista með alnokkrum læknum þar sem niðurstöðurnar voru alnokkrar raskanir. Ég vildi að ég hefði fengið meiri hjálp en ég fékk þarna. Ég vildi að mér hefði verið sýnt hvað ég ætti að gera til þess að líða betur í stað þess að fá greiningu og vera sagt að ég þyrfti að fá lyf. Þrátt fyrir vanlíðana þá hafði ég samt verið mikið í íþróttum. Ég var tapsár og með mikill keppnisskap. Og þegar ég var í íþróttum og þá sinnti ég öllum mínum skyldum, ég mætti í skólann og gerði allt vel, ég mætti á æfingar og náði að líta að utan eins og það væri allt í lagi með mig. En ástæða þess að ég sé hér í dag er ekki út af þunglyndi eða vanlíðan á mínum yngri árum, því að þegar ég var 11 ára gömul þá fer mér aftur að líða óbærilega illa. Ég byrjaði að fikta við að reykja. Ég leitaði sjálfviljug í rangan félagsskap. Ég byrjaði að vera erfið og hætti að sýna skólanum áhuga. Samt hafði ég aldrei átt erfitt nám og fékk alla þá hjálp sem ég þurfti á að halda þar. Ég get ekki annað en þakkað mínum grunnskólakennarum fyrir að hafa nefnt mér á þessum tíma og hafa ekki gefist upp á mér og sama hvað bjátað á. Ég get ekki sleppt í að minnast á einum íslenskukennara sem tók á móti mér þegar ég kom, sem var akkurat líka minn umsjónarkennari. Hún tók mig undir sinn verndarvæng. Hún reyndi sitt best að hjálpa mér. Hún reyndi ekki bara að hjálpa mér við að ná afbragða hæfileikum í íslensku, heldur var hún tilbúin til þess að vera til staðar. Hún einhvern veginn ljósið í myrkrinu þegar það var erfitt að fara í skólan vegna vanlíðan. Í gegnum tíðina hef ég fengið tækifæri á sjálfshjálparnámskeiðum og sálfræðingum og það sem mér fannst helst vanta var að það væru sendar skýrslur á milli aðila. Ég hef aldrei náð góðum tengslum við sálfræðing eða lækni vegna þess að tímarnir hafa aðeins farið í upprifjanir á mínum áföllum. Ég hef aldrei komist að því að byrja að vinna í vandamálunum fyrr en ég innskrifaðist í langtíma meðferð. 12 ára gömul að það drekki í fyrsta skipti og byrjaði svo fljótlega í neyslu. Ég missti fljótt stjórn. Í fyrsta skipti sem ég notaði þá leið mér loksins eins og ég væri heil. Ég fann ekki fyrir þunglindin og kvíðanum þegar ég var undir áhrifum. Ég trúði þeirri blekkingu að ég væri betri útgáfa á sjálfri mér undir áhrifum. Ég sé það vel í dag að neyslan er afleiðing minna geðsjúkdóma. Neyslan ágerist hratt og örugglega og fljótlega var ég komin í aðstæður og umhverfi sem ég bjóst aldrei við því að vera í. Ég var hætt að sýna fjölskyldu og skólaáhuga og var blinduð af neyslu á allan hátt. Það skipti mig ekkert máli nema það að fá að vera undir áhrifum. Þegar ég var búin að vera í neyslu það bil ár þá bauðst mér að ný viðtal á BUGL. Þar sem móðir mín hafði reynt mjög lengi að koma mér aftur þangað til að fá frekari aðstoð. Þegar þangað komið var ég greind með þunglyndi og kvíðaröskun en þau sögðust ekki geta hjálpað mér nema ég hætti í neyslu. Þau bentu mér á mömmu minni á göngudeild SAA og sögðu að þar gæti ég leita mér hjálpar ef ég gæti ekki hætt neyslu sjálf. 13 ára gömul stíg ég við fyrsta skiptin á Vog. Þar tóku móti mér ráðgjafar og langtleitir alkóhólistar. Þar fékk ég að heyra einkenni alkóhólisma. Ég lærði bæði góða og slæma hluti þar inni, en sem betur fer var mér sagt frá 12 spora samtökum og þangað gat ég leitað þegar ég var tilbúin til þess. Afvötnunin var ekki nóg fyrir mig. Ég fór kannski fróðara alkóhólisma afleiðingar út en það var ekkert til þess að grípa mig. Ekkert úrræði sem ég gat leitað í. Kvöldið eftir ég útskrifaðist þá fjall ég og 2 dögum seinna þurfti lögreglumenn að fjarlæga mig að heimili mínu vegna þess að ég hefði verið að beita móður mína ofbeldi þegar hún reyndi að koma í veg fyrir það að ég færi aftur út í neyslu. Ég náði ekki stjórn á neyslunni minni með þeim fáu úrræðum sem mér buðust á þessum tíma. Vogur og Vík gerði ekki nóg fyrir mig.
fyrir utan það að ég fekk að kynnast góðu fólki og fekk að heyra af lausninni við fíkn. Ég hefði ekki átt að vera sett í meðferð með konum nær móður minni eldri. Ég náði ekki að tengist þangað inn og hjálpin sem ég þurfti að halda var ekki svo sama og þau þurfa að halda. Mamma þurfti mikið að berjast fyrir því að ég kæmist í rétt úrræði. Ég fekk ekki hjálp þrátt fyrir mikla neyslu þar sem ég kom ekki heim svo dögunum skipti og þrátt fyrir brottrekstur úr skóla vegna þess að ég var að nota efni í tíma. En þegar ég 9 ára 14 ára þá var biðin eftir innlögn á Stuðla loksins á enda. Þá fekk ég hjálp. Ég þakklátt starfsfólkinu þar sem gafst ekki upp á mér þótt í fjalli og þeim starfsmönnum sem gaf mér kost á að fara á fundi og hitta sponsor á meðan meðferð stóð. Eftir og í meðferð þá náði ég næstu því 3 mánuðum edrú vegna þess að ég var fús til að þiggja hjálp og gat unnið í 12 sporunum ásamt prógramminu sem var á göngudeild Stuðla. Þegar ég var búin að vera edrú í einhver tíma þá byrjaði ég aftur að finna fyrir mikilli vanlíðan og kvíða. Þá var ég ekki lengur innan veggja stofnana og vissi ekki hvert ég ætti að leita. Með tímanum þá fannst mér aftur lausn í því að nota. Þegar ég féll var ég á enn verri stað en ég hafði verið á áður. Neyslan hafði þróast þrátt fyrir edrutíma og er fljótt aftur orðin algjörlega blinduð af eiturlyfjum. Í þetta skiptið dróst þó öll vanlíðanin með inn í vímuna. Ég fann því fyrir sársaukanum og reyndi að nota meira og meira til þess að reyna að deyfa hann. Ég notaði Gold of mikið og endaði með drep í vörunni á neyðarmóttöku Landspítalans. Þar fikk ég sýklalyf og var svo vísað heim því engin úrræði voru í boði fyrir mig á þeirri stundu. En fjölskyldumeðlimur þurfti að vaka yfir mér til þess að ég færi ekki aftur út að nota nóttuna. Ég komst sem betur fyrir á Barnaspítala Hryggsins daginn eftir. Eftir þessa hræðilegu lífsreynslu þá óttaðist ég með líf mitt en ég vildi ekki hætta þar sem ég hefði fengið á hreint að biðin eftir langtíma meðferð væri loksins á enda. Ég róaðist sem betur fyrir aðeins í neyslunni, annars veit ég ekki hvort ég væri standandi í dag. 16. maí 2011 þá innskrifast ég inn á Laugaland. Ég var kvíðin fyrir þeim breytingum sem ég vissi að myndi eiga sér stað. En strax og ég kom þar inn fannst mér ég eiga einhvers staðar heima. Ég bjóst við meðferðarheimili sem leit út eins og spítali þar sem ég væri á færibandi og unnið væri í mér, en við mig blasti alvöru heimili, gleði og væntumþykja. Ég fékk ekki sömu meðferð og stelpan sem var með mér í herbergi, því þótt að við værum líkar á einhvern hátt að þá erum við mismunandi einstaklingur og þurfum á mismunandi meðferð að halda. Þá komið fram við ykkur af virðingu og aga og þarna var okkur kennt að lifa upp á nýtt. Ég það heppin að hafa fengið að vera edrú síðan á deginum sem ég innskrifast á Laugaland. Í dag það 3,5 ár sem ég verið án vímuefna. Ég hef náð að vinna í minni fortíð með hjálp geðlækna og sálfræðinga. Mín lyfjagjöf hefur verið endurskoðuð og ég mun heilli en ég var fyrir á andlegu og líkamlegu sviði. Þrátt fyrir flókna baráttu á þeim stað sem ég á í dag að þá hefur allur sársaukinn verið þessi virði. Í dag get ég sagt ykkur mína sögu og hjálpað öðrum. Ég get sagt ykkur frá því hvað virkaði og hvað virkaði ekki og fengi að taka þátt í þessari frábæri ráðstefnu með ykkur. Ég veit að nú munu loksins koma breytingar fyrir börn og ungmenni með tvíþættan vanda og ég bið fyrir því að þurfa ekki að fara aftur í aðra jarðarför og þið voru ekki til meðferðarúrræði fyrir mína vini. Við höfum tækin og tólin í dag til þess að bæta og beta kerfið okkar. Við skulum nýta þau. Takk fyrir mig. Sara Helena, takk kærlega fyrir þetta. Súsanna Sif Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Súsanna og ég fíkil með geðhvarfasýki. Ég ætla að segja ykkur frá minni sögu. Ég var 8 ára þegar ég fyrst fór á barna- og unglingageðdeild. Ástæðan var sú að ég hefði svakalega oft slasað mig og ákveðið var að ég skyldi fara þangað til að hægt vera að meta hvort ég hefði slasað mig viljandi. Ég man ekki hvað fór fram á þessum tíma en niðurstöðurnar voru þær að ég var ekki með sjálfskaðandi hegðun. Hvort það mat hafi verið rétt veit ég ekki, því eins og ég segi það man ég ekki mikið eftir þessum tíma.
Þegar ég orðin 13 ára leita ég aftur aðstoðar á BUGL vegna mikilla vanlíðan. Þar var ég greind með þunglyndi. Ég var farin að hugsa mikið að taka í líf og gert nokkrar tiltölulega hættulausar tilraunir til þess, en ég hafði ekki mikinn kjark og ég var hrædd við dauðann. Á þessum tíma hafði ég leitað lausnar á minni vanlíðan í fíkniefnum og tel því að fíkniefnaneysla mín sé afleiðing geranna vandamála minna en ekki orsök. Mér fannst ég loksins verða heil þegar ég varð undir áhrifum. Ég fór reglulega í viðtöl við ýmsa sálfræðinga og geðlækna þarna BUGL. Þar til ég var orðin 16, en þau skiluðu ekki miklum árangri. Auðvitað hjálpaði það að ræða tilfinningar mínar og upplifanir, en þarna fannst mér ég ekki geta rætt mitt vímuefnavandamál því mér fannst enginn skilja mig og ég náði ekki að byggja upp traust þar sem ég flakkaði stöðugt á milli starfsmanna. Ég fór einnig í hópastarf þar sem ég kynntist krökkum á mínum aldri. Enginn þeirra átti við vímuefnavandamál að stríða og líklega þess vegna sem ég tengdist þeim ekki. Það eitthvað sérstætt tengsl á milli þeirra sem eigi við sameiginlega vandamál að stríða og ég finn þessi tengsl við aðra fíkla. Á milli þess að ég fór í viðtalsmeðferðar á barna- og unglingageðdeild jókst neysla mín og mamma leitaði aðstoðar hjá foreldrahúsum. Þangað fór ég fyrst 14 ára gömul í viðtal hjá ráðgjafa sem heitir Kristín Snorradóttir. Sjálf man ég lítið eftir því en ég man að mér fannst gott að tala við Kristínu. Hún þekkti alkohólisma og virtist skilja nákvæmlega það sem ég var að segja. Hún virkilega vildi hjálpa og ég fann að henni var ekki sama um mig. Þrátt fyrir aðstoðan hjá Kristínu þá virtist það ekki duga fyrir mig. Mér leið alltaf illa. Kristín hjálpaði mömmu líka mikið. Það hafði tekið af henni gríðarlegan toll að sjá mér hörna og líða stöðugt illa. Mamma var sjálf orðin veik. Veik af áhyggjum og veik af vanmætti. Tíma reyndi ég ekki meira. Ég gerði stöðutilraunir til þess að halda mér allsgæru frá 15-16 ára aldri, en þá kynntist ég 12 spora samtökum fyrst, en alltaf fór ég aftur að nota. Ég var farin að trúa því ég gæti aldrei orðið edrú. Þegar ég var orðin 18 ára fór ég á Vogi í fyrsta skipti. Ég hafði snúið lífi mínu gjörsamlega á hvolf og var orðin líkamlega veik af neyslu. Þegar ég rankaði við mér á Vogi var vörum eins og bólgin, ég gat varla talað. Ég var marin og blá. Ég hafði enga hugmynd hvar ég hafði verið síðustu vikur og hvað hafði komið fyrir. Ég útskrifast á Vogi það vel 11 dögum seinna. Ég fékk þar upplýsingar á Vogi að ég ætti að nota næstu 2 árin í að ná jafnvægi og vinna sporin þegar jafnvægi væri náð. Ég fór á 12 spora fund og var sagt að vinna sporin, en ég fór eftir því sem ráðgjafi Vogs hefði sagt. Örfáum vikum seinna var ég aftur komin í sama farið. Ég var farin að nota daglega og mæta undir áhrifum í vinnunum mína. Ég hafði tapað valinu að nota. Ég minnist þess sérstaklega á þessum tíma að hafa dalið sinn á konukoti. En þar voru allar konurnar töluvert eldri en ég og margar hverjar mjög langt leitar. Ég held ég að verið 17 ára þegar það var kona í næsta rúmi við mig að sprauta sig í næsta rúmi. Nokkrum mánuðum seinna var ég ófrísk. Ég og kærasta minn þáverandi urðu mjög ánægð og ég fór strax í bindindi. Ég notaði ekkert næstu mánuði, en í júlí 2010 fæði ég son minn fyrir tímann. Hann var látinn. Það var mér ofviða og ég hætti að umgangast fólk tíma og ég fór að nota ein. Ég eltist við óminnið og var nánast í stöðugri keislu þar til ég fer á Vog það bil ári seinna með stuttri viðkomu á geðdeild Landspítalans. Á geðdeild dvaldist ég í það bil 10 daga, en þar gerði ég ekkert í mínum málum. Ég svaf og las til skiptis, en einstaka sinnum átti ég stutt samtöl við geðhjúkrunarfræðing. Meira gerði ég ekki og fíknin tók völd, en þá fór ég aftur út að nota. Seinna fór ég svo á Vog aftur. Ég fór í eftirmeðferð á Vík og útskrifast þaðan eftir 4 vikna dvöl. Í kjölfar af því fór ég í kvennagrúppur SA vikulega, en þar voru allar konur að minnstakosti 2-falt eldri en ég og komu úr allt öðrum heimi. Þar voru áfengissjúklingar sem höfðu setið einar drykkju í mörg ár. Þær áttu þennan sjúkdóm sameiginlega með mér, en allt annað afbrigði. Mér fannst ég ekki tilheyra og fannst ég ekki geta rætt mín mál við þessar konur. Ég leitaði þá í U-hópinn, sem unglingagrúppan. Þar var enginn sem hafði öðlast bata við fíkninni. Þar voru krakkar sem duttu í það daglega. Eitt kvöldi héldu þau partí eftir grúppu og duttu í það öll saman.
Það fannst mér ekki góður félagskapur og ég treysti mér ekki til þess að vera innan þau. Ég fór að mæta 12 spora fundi, enn á ný, og þegar á fund var komið tók ég það ákvörðun að vinna reynslusporin 12 þrátt fyrir gömlu ráðin frá Vogi. Ég gerði allt sem í mínu mætti stóð til að verða edrú. Hins vegar hafði ég ekkert utanumhald þar sem ég hafði slítið mig frá S.A.A. Edrúmennskan varði ekki lengur en 5 mánuði, en þá var ég fallin eina ferðin enn. Í mars 2012 varði ég edrú og ég enn edrú. Ég fór ekki á stofnun, ég fór ekki meðferð. Ég hafði gefist upp á biðinni. Ég pantaði saumabústa. Ég hringdi nokkra fíkla sem höfðu náð bata. Þeim hafði ég kynnst á fundum. Ég tók út mestu frákvörðin í saumabústanum þar sem þau hjálpuðu mér. Þegar heima komið vann ég sporin á ný og fór reglulega á fundi. Í dag ég hjá sálfræðing sem sérhæfir sig í afleiðingum ofbeldis og neyslu. Ég lík undir eftirliti hjá geðlækni sem greindi mig með geðhvarfasýki þegar ég var 18. Hann fylgist með minni lyfjagjöf og ég mjög heppin með hann. Ég mjög heppin með hann en ég get haft samband við hann í gegnum tölvupóst þegar eitthvað bjátar á. Þess má geta að hann fullbókaður og tekur ekki við nýjum sjúklingum. Ég hef farið á hlaðgerðarkot í minni edrúmennsku eftir svæfingu sem stefnir fíklum í hættu. Í dag ég líka í endurhæfingu sem ég mjög ánægð með og hefur hjálpað mér helling síðustu 18 mánuði. Það heitir Grettistak. Þar hef ég endalausan stuðning og lærði að lifa upp á nýtt. Ég læri að stunda vinnu, nám, eðlilegt félagslíf og hugsa heilsuna. Þar hjálpast fíklar að með aðstoð félagsráðgjafa og við höldum utan hvort annað. Mikið óskaplega vildi ég óska þess að ungmenni undir 18 ára hefði kostað slíku úrræði. Mikið óskaplega vildi ég óska þess að allir ættu mömmu eins og ég. Takk fyrir skilyrðislausa ást og þolinmæði. Ég elska þig, mamma. Takk. Já, við þakkum þessum ungu efnilegu konum kærlega fyrir sitt innlegg og mjög fræðandi en auðvitað erfiðar sögur sem að þó enda vel. Þá komið að aðstandendum og upplifun þeirra af kerfinu. Við fá hér upp Herborgu Svönu Hjelm, Jóhannes K. Kristjánsson og Söndru Fannarsdóttir. Hún Herborg ætlar að byrja og þau ætla að uppfræða okkur á sama hátt og þær gerðu upplifun þeirra því eiga barn með tvíþættan vanda og hverju þurfi þá hugsanlega að breyta. Sæl og gaman að fá að vera með ykkur í dag. Ég var að viðurkenna, ég er svolítið klökk eftir að hlusta á þess að hugrekku 4 stelpur segja frá sinni sögu. Því að það mikið mál að koma fram og segja svona sögur því að þetta oft leyndarmál og þetta ekki sögur sem að fólk kýs að heyra. En mér langar svolítið að segja kannski bara mína sögu og en Sunna var svona sem lýsti sinni hegðun og hvernig henni leið þegar hún var sem veikust. Þannig ég ætla nú kannski ekki að fara við það, en spurningin í dag hvernig kemur heilbrigðis- og velferðarþjónustan til móts við börn og ungmenni með geðræna vanda, eða þennan tvíþætta vanda. Sunneva byrjar að vera veik kynþroska aldur 12-13 ára og ég hugsa að við höfum fengið alla greiningar í bókinni, við erum búin að prófa öll úrræði, búin að fara á milli stofnana. Ég var ofsalega heppin. Ég átti yndislegan barnaverndarfulltrúa, hún hérna í dag, ég rosalega fegin og svo kynntist ég yndislegu fólki á BUGL og ég veit að minn fulltrúi þarna líka og ég ótrúlega þakklátt. En það sem gerist að hún byrjar í neyslu og við kannski vitum það ekki og þannig að meðferðarnar hennar tóku ekki mið af því. En 18 ára aldur, eða rétt ára 18 ára, þá fer hún í sína fyrstu meðferð. Hún fer í 10 dagana Vog og hún hefur sagt mér að það hafi verið bara svona til að láta okkur þegja og var bara svona að láta okkur hætta að röfla í sér því að þá voru búin að komast að því að hún var í mikilli neyslu og var í kannabisreykingum daglega. Hún fer inn á Vog
og sem betur fer, svona innan gæsalappa var ég búin að panta ferð til Spánar því að hún kemur út á þessu Vogi að þá er sumarfrí á Vík og auðvitað þurfa börn ekkert á Vík að halda á sumrin, allar sumarfrí. Þannig við fórum til Spánar og það var svona lausn okkar við því að það væri sumarfrí og þegar við komum tilbaka þá fer hún beint inn á Vog, hún var einstaklega dugleg og kemur heim. Þessa daga sem hún af Vogi og fer hún að Vík og þá átti hún afmæli og fer svona Vík, þá dettur hún í það. Og það svo ótrúlegt þegar maður móðir að maður fattar þetta alveg strax. Og hún breytir hegðun, hún hreyfir sig öðruvísi, hún svarar öðruvísi og hún alveg tilbúin. Ég áttaði mig á því, algjörlega. Og hún fer inn á Vík og hún er búin að gefast upp eftir viku og ég vissi það áður hún fór inn. Því ég sá alveg hvernig hún var stemd áður hún fór. Nú svo fer hún út af Vík og fer að leigja með vinkonu sínum sem þið getur svona rétt ímyndað eitthvað hvernig henni hafi verið og þar taka við alveg hræðilegi mánuðir í okkar lífi og alltaf áður ég keyrði vinnuna því að ég að vinna í Borgartúni og það byggt í Skipholti þá keyrði ég framhjá þar sem hún bjó og ég var alltaf aðtöku hvort það hefði kviknað í húsinu eða hvort það verið sjúkrabíll eða lögreglubíll og alltaf áður ég fór heim. Og pabbi hennar fór á kvöldin og tjekkaði líka á því sama. Og þetta gekk svona í nokkra mánuði. Ég náði henni í meðferð, ég náði henni til að komast inn á Vog og hún fer þar og sefur huggulega bara í 10 daga og þú veist að hún var ekkert að fara að verða edrú. Hún var bara svona að fara að hvíla sig til að geta haldið áfram. Ég áttaði mig líka á því. Ég sækja hana og hún segist alltaf að fara þar sem hún var að leigja að sækja dótið sitt og auðvitað kom hún aldrei heim aftur. Þegar ég keyrði hana fyrir utan að þá byrjaði þessi kvíði. Ég vissi alveg hvað var í gangi. Þetta er alltaf svona sama ferlið. Og svo kemur hún hérna út og byrjar aftur í svakalegri neyslu en það einhvern veginn missa íbúðina og hún kemur heim og svona reynir að taka sig á. Á aðfangadag mætir hún klukkan 4 heim, út úr dópuð og svona var aðfangadagurinn hjá okkur. Við pabbinar erum fráskilin og hann kom og sótt hana því ég gat ekki boðið hinu barninu upp á það að horfa upp á systur sína í þessu svakalega ástandi sem hún var. Hann fer með hana í Sandgerði og það einhvern veginn svona nær hún sér, ég veit ekki, eitthvað á ágætis skrið og svo kom áramótin. Og auðvitað gerðist það sem gerðist, hún datt í það, keyrði heim í lögreglubíl. Og hún nær sér þar í einhvern ágætis tíma og fer inn á Vog 17. janúar, það svona sem ég langar að segja ykkur frá. Hún fer inn á Vog og búin að vera í edrú ykkur tíma þannig að þegar hún fer inn þá hún ekki sett á þessi fráhvarfslyf. Hún sett inn á föstudegi og að því maður alltaf að venda barnið sitt að þá fer ég sjálf með lyfið hennar og fer og segja nákvæmlega hvaða lyfjaskammta hún á að taka af sínu lyfi. Ég treysti henni ekki fyrir því sjálfri. Svo hringir hún í mig á laugardeginum og segir við mig að henni líði svo óbáslega illa. Hún hafi bara fengið hálfan skammt af lyfjunum. Og að því hún var á 18 ára þá get ég ekki skipt mér af. Þannig ég bið hana og hvet hana til þess að tala við hjúkrunarfræðingana að fá fulla lyfjaskammt. Hún reynir það en viðhorfið til hennar og þessa hóps barna alltaf bara að séu fíklar. Hún hringir aftur í mig og segist ekki að fengi lyf. Ég hvet hana það aftur til þess. Laugardagurinn líður og hún fer að sofa. Svo kemur að sunnudeginum og hún hringir í mig og hún alveg að fara yfir og henni líður ömurlega. Það voru komin annar dagur sem fekk bara hálfa lyfjaskammt. Og hún segir bara sjálf, mér getur ekki liðið svona mamma, ég bara alveg að fara yfir Og ég reyna að hvetja hana aftur. Hún sagði, mér langar bara svefnlyf eitthvað, mér langar bara ekki að líða svona. Og svo heyri ég ekkert í henni. Svo á miðnætti hringt og sagt, hringt frá Vogi og ég kölli til að sækja hana. Hún hefur rekin út fyrir óeðlilega hegðun. Ég fór rétt fyrir miðnætti að sækja hana. Ég hef oft spurt mig í dag og þetta hrikalegt að fá barnið sitt í hendurnar ekki á lyfjum, hent út á Vogi, kerfið búið hafna
Þið getið ímyndað ykkur það andlega ástand sem var í því ég náði í hana. En lausnin alltaf svo að við foreldrar tökum á móti. Ég hef sendt fyrirspurn vegna þessa máls hver tekur ákvörðun að vísa sjúklingi út á Vogi, hver tók ákvörðun það að minnka lyfjaskammtinn og hver bara ábyrgð á þessu börnum. Ég spurði hana líka einnig þegar ég sótti hana hvort hún hafði ekki sagt að hún væri með geðhvörf og hún sagði jú, en það var ekkert sérstakt heimi búið til hana. Og ákvörðun og einfaldasta lausnin var að hendi henni út. Þessar stungu stelpur sem hafa talað hér í dag hafa lýst þessu málaflokki ágætlega. Og það ekki tilfellu skilningur fyrir þessum börnum. Og það sem þessar börn þurfa langtíma einstaklingsmiðuð meðferð. Og því miður, og eins og við heyrðum móðurinn að segja hérna í fyrsta viðtalinu, þá deyja þessi börn. Þetta alveg lífsins alvara. Hún heldur áfram í gífurlegu neyslu eftir þetta atvik. Og það var ekki fyrir núna í júní, þegar ég kom inn á Hlaðgerðarkot, sem ég í fyrsta skipti sá ljós í augunum á henni. Ég veit ekki hvort ég átti ykkur á því hvernig að sjá barnið sitt aftur blómstra. En maður fer og leggur hann inn í 6 vikur. Það verið að vinna með hana sem einstakling og ég alveg óendanlega þakklát fyrir það sem þau gerðu fyrir hann dag. Hún líka alveg ofsalega dugleg sjálf, fer á hádegisfundi og hún fer líka í kirkjuna á kvöldin og hefur eignast fyllt af edrú góðum vinum. Ég líka þakklátt fyrir þetta þing og ég vona að koma ykkur út úr þessu því að alvaran mikil og þetta alvöru mál. Takk fyrir mig. Takk Herborgu kærlega fyrir. Jóhannes. Góðan daginn. Ég mjög þakkláttur fyrir að fá að standa hér í dag og mjög þakkláttur fyrir þessa ráðstefnu og ég vil byrja á því að þakka Guðnýju fyrir að koma fram og segja þessa örstuttu sögu Köru Mist dóttur hennar og Ásgeirs. Þetta saga sem ég þekki mjög vel og saga sem ekkert foreldri ætti að þekkja, en því miður þá heyrum við svona sögur og þeim hefur farið fjölgandi. Í febrúar á næsta ári eru 4 ár liðin síðan að Guðný, móður Köru heitinnar, kom fram í Kastljósi og talaði týndu börnin. Það eru 4 ár í febrúar. Og næsta sumar eru 5 ár liðin síðan að Sigrún Mjöll, dóttir mín, lést. Og næsta vor eru 4 ár síðan ég kom fram í Kastljósi og sagði sögu hennar og kafaði ofan í þennan sótsvarta heim sem að stúlkurnar hérna áðan voru að lýsa. Heim sem að enginn getur ímyndað sér hver ljótur nema þeir sem að lenda í honum. Og við getum rétt spurt okkur að því hvort að bæði strákar og stúlkur sem að lenda í þessum heimi, hvort að þau þurfi ekki á aðstoð að halda. Þegar ég fjallaði þennan heim í Kastljósi þá reyndi ég að setja þetta í samhengi við peninga vegna þess að það eru peningar sem stjórna nánast öllu í þessu landi. Og virði lífs, það hægt að meta það á sirka 800 milljónir króna. Og stúlkurnar sem sátu hérna áðan eru lifandi í dag eftir að hafa verið í erfiðri og botnlausri neyslu. Og við getum þá reiknað það út að virði þeirra að þær séu lifandi í dag séu 3,2 milljarðar króna. Það eru miklu meiri peningar heldur en settir í meðferðarkerfið til þess að hjálpa þessum börnum. Ég geti talað hérna í allan dag mína skoðun á kerfinu, sögu dóttur minnar sem að mér finnst mjög mikilvægt að hafi ykkur tilgang að hún hafi dáið og ég geti sagt ykkur sögur af þeim ótal fjölda foreldra sem hafa leitað til mín. Ég sé sum andlitin í salnum hér í dag. Þau var hringt í mig gjörsamlega búin á sál og líkama
af því að barnið þeirra er í botnlausri neyslu og kerfi getur ekki neitt gert og þau eru búin að gefast upp. Og ég veit ekki hve oft ég hef reynt að leiðbeina foreldrunum, ég hef farið heim til foreldrana, ég hef setið við eldhúsborð foreldrana, skrifa bréf fyrir foreldrana vanda barnsins, bréf sem að fór inn á barnaverndarstofu, bréf sem að fór til barnaverndarnefnda, bréf sem að fór til stjórnmálamanna og ég geti haldið svona lengi áfram. Þetta voru foreldrar sem voru búin að gefast upp. Og maður skellir ekki á foreldrar sem eiga barn í vanda. En er það þannig að því að ég kom fram og sagði mína sögu dóttur minnar, er það þá þannig að það eigi að vera svo að foreldrar hafi kannski engan annan stað til að leita á heldur en til manneskja eins og mín að því ég kom fram? Á þetta að vera þannig? Auðvitað á þetta ekki að vera þannig. En saga Köru Mistar er nánast saga Sissu minnar. Þær voru með nákvæmlega sömu greiningar. Eini munurinn er sá að Sissa hún dó yngri og hún eignaðist ekki barn. Þið geta ekki ímyndað ykkur hve oft ég hef hugsað og vonað það að Sissa mín hefði eignast barn. En eina af þessum sögum, þessum hliðarsögum sem að ég á, er sagan af, eftir að ég kom fram í Kastljósi, það er saga stelpu sem var 18 ára gömul, búin að vera í mikilli sprautuneyrslu. Hún var mjög lík Sissu með sömu greiningar og Sissa og Kara voru með. Og ég ákvað það með sjálfum mér að þessari stúlku ætlaði ég að hjálpa. Ég hjálpaði henni þannig að ég var í sambandi við móður hennar og ég náði hana í greni, ég labbaði með henni inn á geðdeild og ég fór ekki út af geðdeildinni fyrr en ég fekk að fara inn og tala við geðlækni með þessari stúlku og annari konu sem hjálpaði henni mikið og hún komst í meðferð. Hún fjallir reyndar eftir þá meðferð en næsta skipti sem að ég hitti stúlkuna var þegar að ég kom henni inn á Landspítala þar sem hún var komin með sýkingar á báðum höndum og var stokkbólgin og mjög veik. Og ég náði henni í greni og keyrði hana á Yarisnum mínum og hún satt frammi og hún sagði, þú verður að stoppa einu sinni. Og ég segi, hvað meinarðu? Þú verður að stoppa einu sinni. Ég verð að fá síðustu sprautuna mína. Og ég var í þeirri aðstöðu að vera með þessa stúlku í bílnum og ég stoppaði og hún sprautaði sig í farþegarsætunni í bílnum hjá mér. Og ég hugsaði af tvennu illu þá er betra að hún hlaupi ekki út úr bílnum og komi ekki niður á bráðamóttöku heldur en að leyfa henni að gera þetta. Stúlkan í dag er edrú, hún er komin í háskóla og stendur sig alveg ótrúlega vel og ég er ótrúlega stoltur af henni og öllum þeim úlingum sem hafa náð að koma sér út úr þessu. En svo ég gerir langa sögu stutta að því ég var að tala hvað mig langaði til að eiga afabarnið að þá féll þessi stúlka sem ég hjálpaði, hún féll á milli en leitaði síðan aðstoðar aftur. Hún hafði kynnst manni sem hafði líka verið í neyslu og eitt sumari þá var ég út á landi og þá hringir hún í mig og segir, viltu ekki koma að fá þér kaffi og við erum búin að baka. Og ég fer og fæ mér kaffi hjá þeim og ég sé að þau eru svona ljómandi vel stemmd og í góðum málum. Síðan kem ég til Reykjavíkur aftur og haustið þá hringir hún í mig seint kvöld og segir, Jói, kærastinn minn dó, hann tók of stóran skammt. Og það tók erfiður tími við hjá henni og mér. En þegar hún var aftur komin á beinibrautina þá spjölluðum við heilmikið saman og þá sagði mér þá sögu að kærastinn hennar, hann var einu sinni kærastinn hennar Sissu þegar þau voru 14 ára gömul.
og Sissa varð ólétt eftir þennan dreng. Eftir að Sissa hafði verið á Laugalandi hjá Pétri Broddasyni sem situr hérna í kvöld, sem að mínum að er kraftaverka maður í þessu kerfi, að eftir meðferðina hjá á Laugalandi þá gerðum við heilmikið upp í á Sigrún Mjöll. Og meðal annars sáum við þetta, hún hefði farið 14 ára gömul í fóstureyðingu á kennitölu 18 ára vinkonu sinnar. Það eru komin 3 líf, það er kærastinn, það er Sissa og það er fóstrið. Neyslu saga Sissu er eins og saga allra þeirra sem hafa talað hér í dag og ég þarf nú ekki að fara í gegnum hana. Ég ætla að fara í gegnum það sem að olli svona straumhvörfum í hennar neyslu og það var meðal annars það að hún 16 ára gömul og þá kynnist hún 29 ára gömlu manni sem var mjög þekktur í dóp heiminum. Maður sem var farin að sprauta sig og hún var ástfangin af. Hálfu ári eftir að hún kynntist þessu manni var hún dáin. Ég reyndi að hvað ég gat til að grípa inn í á þessum tíma þegar ég vissi að hún hefði kynnst þessu manni, en mér var sagt að það myndi bara gera illt verra. Ég var búinn að hugsa það að tala við handdrukkara og einhverja undirheima menn til þess að reyna að ná í hana. Ég veit að foreldrar hafa gert það til að ná í börnin sín úr dópgreinum, en ég gerði það ekki. Ég hefði átt að gera það, ég segi það í dag. Ég reyndi að tala við lögreglu, ég reyndi að ræða við starfsfólki í barnaverndarkerfinu. Það var ekki tækt að gera og það gerði engin neitt. Og þessu þarf að sjálfsögðu að breyta. Mér langar líka til að tala eitt sem að mér finnst líka skipta máli, að Sissa byrjar í neyslu eftir að ég er orðið ritstjóri að fréttaskýringaþættinum Kompási á Stöð 2. Og þegar að ég var að koma henni í meðferð, þá fann ég að það skipti máli að ég var Jóhannes í Kompási. Það virkilega skipti máli inn í kerfinu. Ég kom henni 3 svar í meðferðin á Stuðla. Í meðferð. 3 mánaða meðferð. Og það skipti máli að þegar ég var Jóhannes í Kompási, að þá gat ég komið dóttur minni inn. Ef ég hefði verið sjómaður, hefði það gengið svona vel? Ég held ekki. Og þetta er mismunum sem á ekki að eiga sér stað. Eins og ég segi, ég geti talað hérna í allan dag það sem að mér finnst skipta máli í þessu kerfi. En ég ætla að enda þetta með nokkrum punktum. Mér finnst skrítið þegar að starfsmennirnir sem vinna í barnaverndarkerfinu og í meðferðarkerfinu vinna með börnunum, vinna á gólfinu með þessum krökkum, þegar þeir hafa aðrar skoðanir en fólki sem stjórnar kerfinu. Það er mjög skrítið. Það ætti að vera einhver samvinna þarna á milli, vegna þess að ég og Guðni og Ásgeir, við höfum rætt það þegar starfsmaður úr kerfinu sem vinnur með börnunum á gólfinu kom til mín eftir að Sissa mín dó og sagði, hún Kara mista á eftir að deyja. Og ég spurði, og hvað ætlið þið að gera? Við getum ekkert gert. Það var að tala MST-kerfi hérna áðan, sem að höfuð áhersla virðist vera lögð á til að hjálpa ungmennum sem eru komin í neyslu. Það getur vel verið að Halldór Hauksson komi hérna upp á eftir og sýni mjög flott línurit sem að sýni árangur kerfisins, ég get alveg trúa því. En við skulum frekar hlusta á foreldrarna sem að hafa átt börn, sem hafa farið í gegnum þetta kerfi, sem hafa allt aðra sögu að segja. MST-kerfi getur kannski virkað fyrir þau börn sem ekki byrjuð í neyslu eða sem eftir meðferðarúrræði. Og það einmitt það sem ég ætla að enda á í dag, að til dæmis hann Pétur Broddason sem að rekur meðferðarheimilið á Laugalandi, ég veit að það hefur verið draumur hans í mörg ár að opna eftir meðferðarúrræði. Eitthvað sem tekur við þegar að barnið er búið að fara í gegnum rándýra meðferð, eitthvað sem tekur við því.
Það er engin eftir meðferð í dag og það er svona svipað eins og að krabbameinssjúklingur fái bara lyfjameðferð en ekki geislameðferð. Ég vil bara þá enda mín orð á því að hvetja alla þá sem að koma að þessum málum til þess að taka höndum saman og horfa þá í peningahliðina sem alltaf er gert og meta virði mannslífanna út frá peningum og fólksins og krakkarna sem hægt er að bjarga og breyta þessu kerfi þannig að það virki. Takk fyrir mig. Takk fyrir Sandra Fannarsdóttir, gjörðu svo. Komið í sæl. Þegar ég fekk símtali hérna fyrir nokkrum dögum síðan þess að ég beðum að koma og segja mína sögu af hvernig ég skynjaði það að vera foreldri barns með tvíþættan vanda, þá hugsaði ég smástund og spurði síðan hvort ég þyrfti að segja eitthvað sem einhverjum líkaði. Hún sagði nei, alls ekki. Hún má bara segja nákvæmlega það sem hún þarf að segja. Og ég sagði þarf ég þá ekki að fylgja einhverju stefnu eða nei, ekkert. Þú má bara segja hvernig þér leið, hvað þú gekkst í gegnum. Þá sagði ég já. Dóttir mín sagði nú sögur sína hérna án, Súsanna Sif, og hún er á mjög góðum stað í dag, á í sína erfiðleika að stríða og allt það. En ef ég fer aðeins yfir söguna frá mínum sjónarhóli, þá er hún yndislegt lítið barn, afskaplega glöð svona fyrstu 4-5 árin og ég hafði aldrei neitt fyrir þessu barni, fyrir utan það að hún var alltaf veik. Hún var sífellt á spítala alveg til 8 ára aldurs, alltaf í einangrun og ég sem mjög meðvirk manneskja, alin upp á alkoholista heimili, umvafði hana rosalegri ástúð. Henni mátti ekki líða illa, hún mátti helst ekki upplifa vanda tilfinningar. Ég var sífellt að passa henni líði ekki illa, ég var að passa að hún var ekki reið og í dag ef ég geti bakka sem ég get ekki, þá myndi ég leyfa henni að upplifa þessar tilfinningar. 8 ára gömuleg sem hún sagði sjálf, þá fer hún fyrst inn á BUGL vegna þess að endalaus slys. Hún var sífellt að brjóta sig, hún var að skaða sig einhvern veginn, hún datt, hún tognaði, hún festist í rennibraut í Sundlaug og hvað var eftir. Og ég þakkaði sífellt fyrir það að ég var ekki á staðnum því að þetta var bara mjög grunsamlegt. En í kjölfari er hún sendin á BUGL til þess að athuga hvort það geti verið að hún sé virkilega að sækjast eftir einhvers konar athygli eða sé haldin einhverjum svona tortímandi hugsunum og á þessum tíma er hún orðin dauf lítil stúlka, döpur. Hún brosti oft en hún gerði það eiginlega að hlýðni. Við förum í gegnum þetta ferli á BUGL og það kemur í ljós að það er ekkert sem bendir til að sé neitt sem er að. Síðan líða ár sem eru pínlítið erfið, hún er reyndar hætt að vera svona mikið veik en líður ekki vel. Ég sjálf glímdi við veikindi sem tók 3 ára að greina og þessi ár er í móði bæði á henni og mér. Hún man ekkert eftir þessum árum, ég man að á þessum árum þá er ég einstæð móðir, ég er í námi, ég er í fullri vinnu og ég er sárlasin, líkamlega sárlasin. Ég var alltaf að reka eftir henni, ég var alltaf flýttu, við höfum að flýta okkur. Ég þurfti náttúrulega að halda heimili fyrir okkur og reyna að sjá fyrir okkur og þessi streita hefur aldrei verið góð fyrir hana. Hún lendir í einelti í skólanum, hún er klár stelpa og hún er kotróskin, svara fyrir sig og fellir kannski ekki alltaf í krami þannig. Ég átti stöðuga fundi með skólanum vegna þessa eineltis, þar voru það aðalega 3 stúlkur sem að nýttust á henni og ýmsum öðrum krökkum í skólanum. Ég uppgöta, ég tók eftir því að hún var farin að skera sig, ég reyndi að ræða við hana, ég fór með endurgeðlækna, sálfræðinga og allt þetta sem að þið öll hafi gengið í gegnum sem eigi börn sem að hafa verið í þessum pakka. Einn daginn hringi móðir mín í mig þar sem ég er í vinnunni, segir við mig, heyrðu það er sjúkrabíll og lögreglubíll fyrir utan heima hjá þér. Er Súsanna heima? Ég er bara búin að hringja og það svarar enginn. Hún sá nefnilega, við byggum það nálægt að hún sá
ofan á þessar hæð sem hún bjó yfir. Ég braut lög, keyrði á 130 km heim, hringdi stanslaust alla leiðina undir stýri, kem heim og þar allt í blóði og ekkert barn, síminn á gólfinu. Og ég hringi í neyðarlínuna og spyr hvað hefði gerst og mér sagt að hún hafi verið lögðin á slysadeild og ég fer þangað og þar hafði hún skorið sér svo illa á púls að hún var saumuð báðum megin nokkur spor. Þarna vandinn greinilega orðinn mjög alvarlegur, samt var ég búin að vera að reyna allt sem ég gat. Við förum heim og við tölum saman og kúrum saman og þá segir hún mér það að hún hafi bara gefist upp. Og ég spyr hana hvers vegna varst að gefast upp, hvað var svo erfitt? Ég tek fram að ég vissi ekki að hún var komin í neyslu. Þá sýnir hún mér svona bloggsíðu sem voru þá vinsælar, þar sem að krakkar voru að tjá sig saman og viðbjóðurinn sem blasti við manni þar var ólýsanlegur. Ég get ekki eins og endurtekið það. En það verður til þess að ég fer upp í skóla, tala við skólastjórann og ég segi við hann annarkvort, gerir þú eitthvað núna? Þú kallar saman foreldra, þú kallar saman félagsfræðinga, lögfræðinga, lögguna, mér sama, þú gerir eitthvað. Og hann sagði að það nú rosalega erfitt að eiga við þetta. Þetta eru 3 stúlkur og við höfum reynt ýmislegt. Ég sagði, veistu að mér bara fokk sama, sko. Gerðu eitthvað núna, eða ég fer með þetta í menntamálaráðuneyti, ég skal fara með þetta í fræðslur á Reykjavíkurborgar, ég skal koma í Vísi, ég skal fara í Kastljós, ég skal gera allt. Þú gerir eitthvað núna. Og hann greinilega hefur séð það að mér var full alvara. Og hann kallar semst til foreldra og það var einhver strákur í lögreglustöðinni í Breiðholti sem hafði verið að sinna svona fíkniefnamálum. Hann kemur og foreldrarnir og kennararnir. Og þegar þessi síða sett upp á vegginn, þar voru foreldrar sem höfðu ekki hugmynd hvað börn orð gera. Þar var móðir sem hágrét. Hún átti dóttur sem var í þessu eineltishóp. Sú stúlka var ekki í neinni neyslu að ég hafi vitað. En í framhaldi af þessu þá fer dóttir mín í mjög mikla neyslu. Ég bláeiga mamman hérna, fór með henni á milli geðlækna því hún átti við geðvandamálastríða, fíkniefni. Ég meina bjóra hann út heima hjá mér sko. Þannig að ég bara botnaði þetta ekki og skildi ekkert í þessu. Síðan taka við mjög erfið tímar. Ég kemst að staði að hún í neyslu, ég fer að sækja foreldrahús sem að ásamt 12 spora samtökunum Al-Anon björguðu mínu lífi og geðheilsu. Ég tek það ákvörðun þegar hún eitthvað í kringum 17 ára að bendin á það annarkvort fari hún í meðferð eða fari út á heimilinu. Við erum samt bara 2 í heimili. Hún tekur ekki mála að fara í meðferð og fer út á heimilinu og ég tók þá ákvörðun að hún kæmi ekki inn á heimilið í neyslu. Sama hvað það kostaði. Ég myndi bara taka, ég ætlaði ekki að hjálpa henni að vera í neyslu. Ég veit að það eru 2 skoðanir á þessum hlutum. Og ég stóð fast á mínu. Ég vann í minni meðvirkni eftir bestu getu. Ég sótti sálfræðing og ég var sjálfsögur búin að fara með hana á öllum þessum árum í fjölskylduráðgjöf af því ég skildi ekkert okkur samtöð svona illa. Við erum þrælíkar og eigum margt sameiginlegt og svipaðan húmor og ég skildi þetta ekki. En ég vinn í þessum málum og hún fer 2-3 á Vog og svona gefið skyn að þetta sé fyrir hana gert. Ég vissi allan tíman að því ég hætti nefnilega mjög fljótt að vera bláeygð. Og ég átta mig á því að hún spilaði helling með mig, spilaði inn á sektarkenndina, hún sagði ljóta hluti, ég lærði að taka það ekki persónulega. Hún, í gegnum þennan tíma sem að svolítið í móðu, þá átti ég 3 augnablik sem að skári sig úr. Fyrsta augnabliki var þegar hún gafst upp. Þegar hún fekk nóg, þegar lífið var svo leiðilegt að það var ekki þess virði að vera í neyslu sinni. Þegar ég sá hana út úr heiminum, hún hafði ekki sofið í 2-3 vikur, hún var stokkbólgin, blá og bullaði einhverja vitleysu. Málið var það að hún var að vinna hjá mér, hafði reyndað að fengja uppsagnarbréf og því að það gengur sami yfir alla og allir skuli vinna. Þannig að en ég hringi í hana og hringi og hún svarar ekki. Á endanum eftir örugglega 40 mínútur þá svarar hún, ég þekkti hana ekki. Og ég fékk upp úr henni eftir smá samræður hvar hún væri. Hún vissi það reyndar ekki. Hún sá okkur óbjöðstöð þarna og ég bara, hvað sérðu meira? Þá
þá hafði hún setið í bílnu sínum einhver staðar niður í Skútuvogi eða einhver staðar, gersamlega út úr heiminum, stokkbólginni framann og ég fekk hann einhvern veginn til að afhenda mig, ég fíblaði hann til að afhenda mig lyklana og stakk mér vasann og hringdi á lögregluna. Lögreglan kom, það var ekkert að gera því hún var ekkert að keyra. Ég meina hann spurði hana, varstu að keyra? Já, skipti engu máli, gat ekki tekið hana. En ok, í framhaldi af þessu öllu saman, það liðu nokkru dagar, þá kom fyrrverandi maðurinn með SS pappinn á Súsunu sem við erum í afskaplega góðu sambandi og mjög gott fyrir hana hvað okkar samband hefur gott og ég legg áherslu á það þegar fólk skilur að það reyni að halda geðheilsu sinni gagnvart hvort öðru fyrir barnið. Og bara svo ég skilji hvað maður er klikkaður, að þá hefur hann í þessu 21 ár síðan við skildum verið heima hjá mér aðfangadagskvöld með þeirri konu sem hann er með í það skiptið. Og vera hann bara velkominn, það sem eftir því að við eigum barn saman. Þannig að en hann sérstætt kemur með stelpuna heim og hún er búin á líkam og sál. Ég kem henni í bað, ég hátt hann eins og hún bara væri lítið barn, ég kem henni í rúm og þar svaf hún í sólarhring. Síðan bara setjumst við niður og ræðum saman málin, hún er mjög líflaus og hún er algjörlega búin. Ég hringdi og þetta er í eina skiptið, ég held ég bara, sem ég get sagt að ég hafi notað með það að þekki einhverja manneskju sem þekkti mann, en af því að hún hafi gengið út á Vogi í meðferðum. Ég hringi semst í lögreglumann sem ég þekkti, þeir hafa eitt sæti á Vogi sem þeir geta svona gripið í ef eitthvað er og þeir tveir lögreglumennir komu henni inn. Þaðan fer hún á Vík og þaðan upplifi ég mitt annað augnablik. Þegar ég fer að heimsækja hana eftir 2-3 vikur og það var gott veður og sól og ég keyri upp að Vík og ég sé hana standa úti með hreint hárið, hreinum fötum, brosandi út af eyrum og svona hoppandi svona eins og hún var að bíða eftir að mamma var að koma pakka sko. Og þetta er punktur númer 2. Síðan höfum við gengið í gegnum ýmislegt. Ég hef sofið með járnrör við hliðina á rúminu mínu vegna þess að ég fór með símann hennar til lögreglunar. Og mér var sagt að ég skildi vara mig á fólkinu sem hún var með skilaboð í símanum frá. Þetta rör er ennþá í hliðina á rúminu mínu, ekki vegna þess að ég sé hrellingur eða kvíðinn, heldur til þess að ég geri mig grein fyrir því hvað ég á að vera þakklát, auðmjúk og hamingjusöm með dóttur mína. Svo þegar ég fer að hugsa þessa fordóma í þjóðfélaginu, þá áttaði ég mig líka á því og ég er búin að hugsa mikið þetta og við höfum rætt þetta. Ég sjálf er ofboðslega fordómafull. Mér fannst auðveldara að segja fólkinu mínu það að hún var í fíkniefnum heldur hún ætti við geðræn vandamál að stríða. Það var bara einhvern veginn auðveldara. En ég var helst ekki að segja henni frá því. Ég satt alltaf að þessu ein. Alltaf ein með hennar vanda. Var helst að reyna að láta ekki neitt fréttast. Það er ekki eins og ég sé fín frú sem búi á Álftanesinu. Ég bý í Breiðholti og ég meina ég er að verkamannafólki komin. Ég er að vísa með mjög góða menntun og allt það. En ég meina þetta er rosalega skrítið hvað maður getur verið bilaður af þessu hluti. Og þegar við vorum að ræða saman daginn, þá kom mitt 3. augnablik. Þegar dóttir mín, 27 árum yngri en ég, segir við mig, mamma, það hvernig ég haga mér og hvað ég geri, það skilgreinir þig ekki sem móður. Þarna er sko ekki að kenna hænunni. Og þá er gott að vera hæna sem tekur við boðskapnum. Og ég ætla að enda þetta á að lesa fyrir ykkur ljós sem að dóttir mín samdi þá misti barnið sitt. Þá fer hún í sína dýfstu lægð þegilega, skal segja, og hún náttúrulega er með geðhvörf og allt þetta, kvíðaröskun og allt þetta, en ég ætla að lesa fyrir ykkur og ég ætla bara að enda á því. Ef ég fyrir að skæla þá bara svo být. Fannar Smári, hugur minn reikar sér mynd af þér, þú og ég, stöðu mynd í hjarta mér af litlum dreng sem ei tilbúin var að stíga í grimman heim sem þennan. En hvar og hvert og hvenar og hvað skal mamma gera án þín? Veistu ekki að þú ert ástin mín? Svo hér er ég á leiti glötunar, skítt með allt, réttu mér fötuna, gef mér haus, gef mér línu, það hvílir svo margt á hjarta mínu sem dópi getur látið hverfa í mínútu eða svo. Ég sé ekki að þrífa eða þvo eða borða eða sofa, það skiptir engu máli, allir dagar eru svona. Mundu bara engilli minn, mamma er vendari þinn og þar til ég fæ því fangi mitt passar Guð þig eins og hjarta sitt. Við hittust á ný, ég lofa þér því þú ert gullið mitt, líf mitt, sál og tilvera. Ég þakka ykkur öllum fyrir.